Margrét Lára, við erum stödd á æfingu kvennalandsliðsins degi fyrir landsleik. Geturðu gert þér svona hugalund hvernig leikmönnum líður? Ég held að þeim hljóta að líða bara ótrúlega vel. Hérna sól og blíða, frábæra vallaraðstæður, styttist óðum í leik sem að margar eru búin að bíða eftir í 5 ár. Þannig að ég held að tilhögunin sé bara fyrst og fremst mikil og svona bara örugglega góð pressa eða svona, já. Þannig að ég held að það að koma hinga og æfa er góð næring fyrir stelpunir held ég. Hvernig svona líst þér á hana öll hérna á Manchester City Academy Stadium? Bara mjög flottur og hérna einhvern veginn hefði nú talist mjög góður á kvennaknattspyrnu mælikvarða en auðvitað við gerum kröfur og við viljum hafa þetta stærra. Mætti alveg vera tölur stærra, bæði svona grasflöturinn finnst mér og stúkan sjálf þannig en ég meina Bláa hafið mun bara einoka stúkuna á morgun, ég er ekki í vafa um það og stemmingin mun verða góð. Heldur það sé eitthvað stress í leikmönnum? Nei, ég heldur raun og veru ekki. Auðvitað, þú veist, það gerir sér allir grein fyrir mikilvægi leiksins á morgun en þessar stelpur eru orðnar svo sjóaðar í þessu að ég hef ekki neinar áhyggjur af þeim. Þær munu finna rétt spennusti og koma bara held ég mjög öfluga til leiks. Þessi leikur á móti Belgíu, hvernig svona metið þú sigurleikur Íslands? Þetta er bara held ég eins og bara flesti leikir þú ert komin á lokakeppni Evrópumóts þetta 50-50 leikir. Belgía þær eru hörku góðar, þær eru í hörku standi, þær eru búin að vera í aðdraganda þessa móts, vera að ná góðum úrslitum og góðum frammistöðum þannig að og bara eins og alltaf og ég er svolítið búin að tönglaðast á þessu í aðdragandum. Íslensk lið þurfa alltaf að eiga sinn besta leik til þess að ná úrslitum og ég held að breytist ekkert á morgun, við þurfum að eiga okkar allra besta leik til að fá hagstæð úrslit. Í dag greint var frá því að Cecilia Rán hefði fingubrotnað á æfingu. Geturðu gert þér svona einhvern veginn í hugalund hvernig henni líður? Já, ég reynda get gert það. Ég lenti í nákvæmlega sama atviki fyrir 5 árum síðan, þó aðeins fyrr. Ég var þó ekki komin til Hollands en að pakka í tösku, þannig að þetta er náttúrulega bara ótrúlega svekkjandi og sorglegt fyrir hana greið og maður finnur virkilega til með henni og ekki bara henni heldur líka fólkinu sem stendur á bakvið henni og stendur henni næst, fjölskyldu og vinum og sem eru eflaust að flykkjast út til að fylgjast með henni og á liðinu þannig að þetta ég meina EM og HM, þetta er svo sjaldan spilað að þú vilt vera til staðar og þú vilt geta tekið þátt í þessu þannig að við sendum Cecilíu bara okkar sterkustu strauma og hlökkum til að sjá hana sem fyrst aftur á vellinum. En sem betur fer, hún er ung og hún á væntanlega eftir að fara nokkur stórmótin þó að hún missa þessu. Í hópnum er yngri systir þín, Elísa. Er eitthvað skrítið að vera að gagnrýna liðið með systur sína í hópnum? Nei, ég held að sé kannski ekki taldi mikið að gagnrýna liðið. Þetta er aðalega bara að hafa faglega umfjöllun og ef gagnrýnin ykkur þá reynir maður að hafa hana uppbyggilega. Nei, ég reyni að vera ekki. Þú veist, systir mín er í hópnum en ég á líka fullt af flestar af þessum mjög góða vinkonum mína líka en ég held að sé bara, þú veist, þessar stelpur, þær vilja líka alveg gagnrýni og vilja, þú veist, fá það og bara góða og faglega umfjöllun og ég held að það sé bara markmiðið mitt og vonandi gerir maður bara sem best. Svona að horfa þær á æfingunni, kýtlar eitthvað að fara í takaskóna? Já, svo sannarlega og þú veist, það hefði líka kýtlað ef ég verið að horfa þær upp í Egilshöll og Kór á Íslandi. Það er bara að kýtlar að horfa á fótboltaleiki og fótboltaæfingar þannig að ég held að það sé mjög erfitt að taka fótboltan úr mér og ásturina mína fyrir fótbolta en ég er líka bara góðum stað í dag, mjög ánægð og þakklátt fyrir að vera í þessari umfjöllun og virkilega gaman sko. Ertu spennt fyrir því verkefni að við fylgjast bara með mótinu svona á hliðarlínunni? Já, mjög spennt og ég er í miklu betra jafnvægi núna heldur en fyrir 5 árum síðan þegar ég var svona nýbúin að slíta krossbönd og mér fannst ég ekki vera á þeim stað sem ég átti að vera á. Mér fannst ég hafa þá svo mikið átt að vera inn á vellinum. Ég er ekki þar í dag, blessunlega að sé, svona búin að koma mér aðeins, sjá þetta aðeins úr fjarlægð og bara mjög gaman að fá að vera þó eins nálægt þess að maður er, þú veist, það er ótrúlega forréttindi og gaman. Takk fyrir þetta Margrét Lára, gangi þér vel að fjalla um lið. Já, takk fyrir það sem ég leiðis.